Við ætlum að halda áfram að tala innflytjendamál og kannski vaxandi rasisma í samfélaginu eins og við erum að gera í vikunni og hingað er kominn góður hópur af fólki. Hérna er Nicole V. Mosti sem er ekki doktorsnemi, fyrrverandi þingkona, fyrrverandi leikskólastjóri. Ég er komin aftur í leikskólageiranum. Ertu komin aftur? Já, ég er komin í einkarekstur. Ég var að ákveða að prófa þetta, að prófa jafnræði í einkageiranum og er komin með fyrstu samning hjá framtíðu fólki í Hafnarfjarðarbæ. Það bara rosa spennandi að koma eftir á heimavettvangi. Til lukku með það. Terrell Allen, þú ert íslensku kennari og þú ert líka ritari Pírata í Reykjavík. Já, passar. Já, og þá kannski tekið það fram, Nicole, að þú sast á þingi fyrir Bjarta framtíð. Bjarta framtíð. Ég saknaði. Og hérna er líka Jasmína Vasovits. Já, vel gert. Sem er stjórnmálafræðingur. Já. Þú reyndir eitthvað fyrir þér í pólitík líka, eða ekki? Varst rétt. Fram á lista en fyrst ekki breytingi. Hvaða flokkur var það? Viðreisn. En við byrjum fyrst saman. Það var okkur fyrsti kynni hjá Bjartur framtíð. Já, Nicole byrjaði hjá Bjartur framtíð líka. Já, það voru góða tímar. Herðu, ég ætla að ræða við ykkur við höfum svolítið verið að tala út frá þessu fundi sem var á Austurvelli á sunnudaginn. Og sumir láta svona eins og hann hafi verið eitthvað svona stærra skref heldur en við séð áður. Má ég spyrja ykkur hvernig þið upplifðu þetta? Þetta er mjög óhugnulegt því að mjög mikið sem kemur fram ekki byggð á staðreyndunum. Og auðvitað mótmæli, við höfum allt rétt á okkur skoðun og okkur tilfinningu en það að mjög mikið byggð á óreiði og ekki réttar upplýsingur, það segir mér að yfirvald hefur setið of lengi í aðgerðarleysi, hvað það varðar. Innflytjendur við það er ekki lengur hægt að segja að þetta er fjölgandi. Við erum búin að vera að nálgast 20% í svolítinn tíma. En það sem gerist þessi skipting. Og ég tel að með þessi mótmælu, fólk, þau þurfa ekki að hafa kjark til þess að segja, við viljum ekki hafa ykkur hér lengur, því að það er ekkert óttast. Við erum svolítið sett í okkur stöðu, ef ég mætti segja það þannig. Þú meina að fólki á Austurvelli tala svona vegna þess að þið eru í veikri stöðu? Við erum í veikri stöðu, það má það. Það er engin innflytjendur á Alþingi. Það er engin embættismenn af erlendum uppruna sem standa upp með stolti og segja bara hei, hvað með okkur? Það er bara þessi stéttaskipting sem bara alltaf meira og meira að fólk þarf ekki að óttast okkar. Það má tala svona okkur. Það er engin að standa upp og segja það er ekki svona. Derek, hvernig virka þessi fundur á þig? Já, þetta mikil afturför, greinilega, og þetta kemur mér ekki á óvart út af því að ef við lítum til nágrannalanda, ef við lítum til Evrópu, til Bandaríkjanna, þetta að gerast bara víða heiminn. Og því miður það orðið cool, orðið trendy að vera með þeim í liði, með þessu fólki, að vera fasisti, að vera rasisti, að vera heimskur og þetta því miður bara við sjáum fullt sérstaklega af ungu fólki, ég 28, fólk á mínum aldri og yngra, jafnvel, táningar sem að styðja þetta, sem í alls konar þjóðernissinni og svona og þetta hræðilegt og ég pínu hræddur fyrir komið til kynslóðir. Það þarf ekki að bera ábyrg á það sem þau segja, það það sem óttaslegin, fyrirgeðu að ég gríp eftir. Þú heyrir umræðin og svona, en verður varðið þetta í þínu bara persónulega lífi að þú búir við minna öryggi í dag heldur en áður? Já, þegar ég var í frambúði fyrir Pírata í haust, var ég að fá alls konar skilaboð, fólk var að segja mér að ég ætti bara að drepa sjálfan mig, fólk var að hóta mér og svona. Þannig að ég upplifi örugglega bara minna öryggi og frá degi til dags, þegar ég lappa út úr húsi, allt í góðu, en það segir kannski eitthvað að fólk kannski bara svo djarft á netinu en ekki ein persónu, en þetta samt, það eitthvað undirliggjandi sem ég þarf að vera að pæla í. Maðurinn minn sagði mér ekki að koma í viðtal í dag og hann var ekki ánægður með það að ég skrifaði grein, þó ég hef alltaf skrifað grein. Hann sagði, nú ekki tíma fyrir þig að vera
þarna út. Þú þarf ekki að vera ábyrg. Þú hefur staðið og sagt og gert hlutunum lengi. Ég held að núna er tími fyrir þig kannski að hvíla og mér fannst þetta svona, Garðar, hvað þetta tala en hann var að meina þetta fyrir hjartuna, svo það er eitthvað og fólk finnur þetta. Jasmína. Já, ég hef sagt fyrir ári síðan, það eru afturför og þetta eins og Nicole sagði, það stoppar engin þessa umræðu, það stoppar engin að upplýsingar eru settar rangt fram í einhver annarlegu tilgangi til að ná einhverjum sundrungi í samfélaginu í þessi 30 ár sem ég búið í Íslandi. Þetta fyrsta skipti sem ég hrædd eiginlega svona eins og Nicole sagði áðan að tjá mig og ég hef dreifið virkilega mikið tilbaka allt sem ég tjá mig og helst tjá mig ekki þessi mál. Ég hugsa í dag þegar við bausum fram hvort ég ætti að koma ekki. Ég ákvað samt að gera það vegna þess að þetta í hjartanum mínum og ég tel ennþá að ég hef helling fram að færa. Og ég hef varað við þessari þróun. Þetta svona típist og kannski að því ég hef þennan bakgrunn þar sem þjóðin var sundruð og kom upp stríð. Ég ekki að segja að við eigum kannski vona því að komi stríð en þetta sama aðferðafræði til þess að sundra þjóðinni til þess að við verðum á móti hvort öðru. Það notarangur upplýsingar, það notað staðreyndir, það gerðar sem staðreyndir sem ekki staðreyndir. Það virðist vera fólk þarf ekki bera ábyrgð hvað sagt í opinberri umræðu. Það ekki einhver sem hefur vald eða hefur einhver áhrif á stöðu sem kemur fram og segir hingað ekki lengra, við verðum að stoppa þetta, það ekki hægt að nota þetta og einhvern veginn og svo náttúrulega þessi hvað maður segir, ef ég má orða bara, fólk virðist vera að hafa ekki getu til þess að nota almenn skynsemi, hvað rétt og rangt í þessum málum. Þú þarft ekki tölfræði til að vita það að það ekki allir sem koma frá Miðausturlöndum eða frá Bosníu, þar sem ég að sé nauðgarar eða glæpamenn. Það segir sig sjálft. Það ekki hægt að alhæfa heilu trúarbrögð, þjóðir, hópana. Fólk gerir það samt. Fólk gerir það og það það sem gerist. Bandaríkjanna segir að frá Mexíkó komið tómir nauðgarar. Já, og hvað ef við snúum við? Ég velti þessu fyrir mig síðustu daga, hef gaman að pæla í þið. Ef við snúum við og ef við getum sagt, já það eru allir Íslingar, segjum það að hér eru 18.000 held ég fólk sem að þiggja greiðslur frá Tryggingastofnun. Við getum sagt bara allir sem þiggja greiðslur frá Tryggingastofnun eru svikarar. Og þetta blasið einhverju forsíðu eða í fréttum eða eitthvað og ég alhæfi bara og ég get komið og sagt bara þetta. Það myndi aldrei líðast. Fólk myndi koma og segja, nei, það bara ekki rétt, allir Íslingar ekkert svona. En ég get alveg sagt það, jú, þetta bara þannig, það þessi munur, þetta almenn skynsemi. Þú veist, að þú veist svona sirka bak hvað rétt og rangt, en samt, einhvern veginn situm við hér og ræðum þetta aftur og aftur og notum sömu rökin aftur og aftur að benda á að hér ekki allir flottamenn glæpamenn, hér ekki allir innflytjendur glæpamenn, ekki allir sem sækja hæli eru glæpamenn. Jú, það eru skemmdepli, en það eru skemmdepli líka innan Íslands samfélags og þetta endurspeglast, hvort sem það ríki, þjóð eða lítil hópur manna, þetta endurspeglist alveg svona sirka bátt upp á það svipa prósentu í öllum samfélögum. Þannig þetta bara almenn skynsemi, þetta bara eitthvað sem þú getur álíktað. Já, svo þurfum að fara svolítið inn í. Ísland hefur, ég þóla ekki þessi opin landmæri, það bara opin fyrir Evrópubúa. Við skulum hafa það á hreinu. Það það eina sem kemur inn opin. Ég og Derek og Jasmína, við þurfum að fara í gegnum ákveðin ferli. Til þess að vera hér og til þess að þrífst En það að yfirvald hefur ekkert gert ráðstafana fyrir því
að það að koma fólk inn og þau hér og innviði þarf, vegna þess að það einn rök sem færi, innviði stendi ekkit undir. Innviði ætti stend undir vegna þess að við allt skattgreiðendur og meira segja þeim, þau tala að þeir á atvinnuleysisskrá. Árættu mig ef ég ekki ránt. Fólk sem á atvinnuleysisskrá greiða líka skatt. Við þáttekendur í samfélag, en samt við ekki. Við fáum ekki þetta sama brautgengi. Við fáum ekki sama tækifæri. Og svo þá orð sem ekki til á íslensku, en í háskólasamfélagi farin að nota orðið jafngildi, equity. Það til fyrir þeim sem þurfa aðstoð Tryggingastofnun að halda. Það til fyrir sjúklinga. Það til fyrir þeim sem standa á báðum fætur. En þegar við komum, við þurfum tungumál að halda. Hvar okkar equity? Hvar að tryggja þess að við náum viðeigandi tök á tungumál, viðeigandi skilning á samfélag og viðeigandi móttöku samfélags. Það bara fólk í samfélag sem segir Nicole komin, hún að starfa hér og við viljum tryggja þess að henni farnist vel vegna þess að henni farnist vel í þessi samfélag farnist vel. Heilt yfir og það ekkert að gera og það ekkert á borð hjá þessi ríkisstjórn. Það var stefna sem var unnið hjá fyrir ríkisstjórn sem það má alveg hafa skoðun á. Hún situr bara í skúfu upp í félagsmálaráðuneyti og það ekkert á þingmálaskrá hvað það varðar. Eitt það að stjórnvöld ætti að hafa stefnu til þess að eins og orðað mæta þeim áskorunum sem að fylgir því að hinga kemur inn mikill fjöldi innflytjenda. Sem að atvinnulífið virðist þurfa á að halda, sogar til sín vinnuafl. Stjórnvöld hafa ekki staðið sig vel í því, ég held að það sé bara ekkert, ég held að stjórnvöld myndi að fyrir viðurkenna sjálf. En það sem að þið að sumuleita kalla eftir líka að þegar að kemur svona ástand í samfélaginu eins og fundurinn á Austurvelli kannski sýnir, að þá finnst ykkur að einhver stjórnvöld ætti að stíga fram og verja öryggi ykkar. Einmitt, já. Og við viljum samt sem áður, við viljum forða sýndarmennsku. Og þó að það sé mikilvægt að stíga fram og segja, herðu, þetta ekki í lagi, þetta óásættanlegt, það ekki nóg. Því þau sem eru í valdastöðu, þau sem eru á þingi, þau sem sitja í sveitarstjórnum og svo framvegis, þau eru með valdið, þau geta bara labbað inn og sagt, já, herðu, við ætlum að semja frumvarp, við ætlum að gera hitt og þetta til þess að taka sig á við þetta. En það enginn að gera það. Okkur skortir rosalega mikið þekkingu. Og og það það sem ég búið að starfa í kerfi fyrir sveitarfélög í einhver 24 ár. Sko, minnistaðan að okkur skortir þekkingu og bolmagn, þar að segja ekki bara peninga, heldur bara þekkingu á hlutunum, hvernig við eigum að tækla svona. Oft vilji ekki nóg og það ekki heldur nóg kannski að segja að við getum tekið á móti fjölda flóttamanna frá Úkraínu þegar bara svo dæmi sé tekið án þess að hafa skipulag það fyrirfram. Ok, við getum gert þetta svona mikið á þennan máta og svo getum við endurskoða hvað við þurfum að laga. Ákvarðanir oft teknar einhvern í flýti, það ekkert pælt úti og með þessu það gert einmitt þá upplifir fólk og ég skil það vel eins og það sé minna fyrir þau eins og þegar sé biðlistar að slíkir einstaklingar náttúrulega þurfa stuðning, það segir sig bara sjálft en þá það nota gegn öllum innflytjendum sem búið að vera í fjöldamörg ár og búið að vinna á vinnumarkaði og búin að skila inn, þá allt í einu þau sem einhverja blóðsugur kerfisins, en ekki eins og við höfum verið hér og borga skatta alla okkar tíð og getum hvað maður segir, nýtt okkur þetta sem við búum að borga og eigum alveg fullt rétt á því. Líklega myndi ykkur á Austurvelli segja sem svo, nei, við erum ekkert á móti þeim sem að koma hingað og vilja vinna, við erum bara á móti þeim sem koma hingað og leggjast á kerfin okkar. Við skulum árétta því. Ísland með hæstu tíðni af vinnandi innflytjendur innan OECD-löndum. Og það ekki bara núna á þessi ár, það búin að vera fjölda ár að við erum annað fyrst eða þriðji sæti hvað það varðar. Og svo það ekkert vandamál.
Það ekkert vandamál. Vandamál það að innan skólakerfi hefur verið ákall frá kennurunum og stjórnendum áratugum saman þau verkfæri sem þau þurfi til þess að sinna íslenska kennslu og menningarnæmi. Því þau, bara kennarar búin að segja árum saman, við höfum áhyggju af velferð þessa nemendar. Og þeir geta tala bara það að þau kunna tala íslensku og reikna, það að þeim nýti félagsauðu þeirra, að þeir tengist öðrum börnum, að þeim líður vel. Það verið rosalega mótmælendur fóru að tala eða eitthvað viðtal, einhver að tala Breiðholtsskóla sem dæmi. Ég búin að búa í Breiðholtið og sinna skólamál þar. Það hefur verið ákall frá kennunum og verkefnum og annað í þennan skóla áratugum. Þar sem þau vilja fá fleiri verkfæri og meiri aðstóð og það ekki bara innan skóla, þetta félagskerfi og allt. Og svo hitt þegar fólk segir aðlaun. Við þurfum samlaun. Við þurfum, orðið inngilding eða inclusion, við lærum að hvern annan. Við lærum að Nicole, hún hefur eitthvað styrkleiki sem nýtist okkar samfélag. Derek, hann alveg rosalega flottur. Hann má vera hér, vegna þess að hann hefur aðlagast mér, en hann mun aldrei aðlagast samfélag vel ef hann upplifi ekki að samfélagi líka mótast í kringum honum og hann hefur sinn sér staða. Og ég held að það engin Íslendingur í útlöndum sem getur sagt það, að mér líður vel vegna þess að nú ég orðin bara Bandaríkjamann og ekki lengur Íslendingur. Það ekki satt, ég farið á mörg þórublót í Bandaríkjunum, skiluðu. Og það ekkert að við viljum koma og breyta hlutunum. Ég vil ekki að við þurfum alltaf horfa á hafnaboltaleiki með mér, en ég vil bara vita að það svígrum fyrir mig að vera Nicole með hennar apple pie eða hvað það sem einkennir mig sem Bandaríkjamann innan því og innan það rými þar sem ég að aðlagast Íslandi. Og það hefum við ekki gert nægilega vel. Og þá að segja krafan aðlögun sem það að innflytjandinn verði bara eins og við, að það eiginlega býr til vandamálið vegna þess að honum algjörlega ófært að gera það. Ekki endilega hann ófært, það bara, það kemur ákveðin punktur þar sem ég verð aldrei Íslendingur. Nicole, þú komst hingað ekki sem barn, þannig að þú munt tala með hreim alla þín ævi. Þannig að þú munt aldrei geta orðið eins og við að þessu leyti. En á ég segja þér, ég líka með hreim þegar ég tala ensku núna. Svo, nei alveg, ég fer heim og fólk svo hvaðan ertu? Ég bara hér. En svo það ég eitthvað að aðlagast ykkur. En ég upplifa stundum að mín hreim, það heldur mig frá hérna líka. Það sem ég að komast að ef innflytjendur haldið frá og stórum hópum innflytjendur haldið frá, að þá getum við fengið hópa sem að upplifa þessu ekki velkomin inn í samfélagið og lifa á jaðri samfélagsins og líta svo á að þau tíðið ekki. Nákvæmlega, ég var að fara þar. Til þess að ég var að læra íslensku því að það alveg sama hvað ég reyni vel að fólk horfi bara á mig og lætur mig finna fyrir því að ég geri það ekki nógu vel. Fólk, við þekkjum það bara úr sögu Bandaríkjanna og fleira, að hópar sem hafa komið inn að þeir hafa ekki fengið inn í samfélaginu og þar líklega að fólk reyni að finna sér eitthvað svona brautargengi á eitthvað svona gráu svæði, eitthvað jaðraði svæði, jafnvel í glæpum og öðru slíku. Þannig að krafan að aðlögun, að hún býr til vandamál. Bara mér, ef við einfaldum þetta og taka innflytjendur Íslendingar og þetta út, ég vinn með börn. Og þeim börn sem standa utan hópsins. Þá ekkert fordóma, það bara að standa utan. Það þau sem koma með neikvæðni. Það þau sem haga sig kannski illa. Það þau sem þarf meira aðstóð við að komast inn. Við þurfum að kannski taka þessi einfalda uppeldis fræði og hugsa okkur samfélag með þessum hætti. Þessi hóp, hún stendur utan. Hvað getum við gert til þess að koma þeim inni? Og félagsleg stöðu fólks, það hefur margt sýnt sig óháð uppruna. Það hefur mikið áhrif á hlutunum. Og svo það að við höfum ekki byggt upp kerfum eins hratt og við höfum flutt fólk inn. Því að mín tilfinning munið þegar kreppa kom. Og hvað var það fyrstu sem fólk sagði? Það fara innflytjendur heim. Þau fara eftir COVID, þau fara, það alltaf atvinnulega, þau fara. Við erum ekki að fara. Nei.
Við höfum fjárfest og mikið í því að vera. Já, en það kannski ástæða fyrir að stjórnvöld hafi ekki svona tekið þetta alvarlega. Og við þekkjum það bara frá Þýskalandi að þegar kom mikill straumur af Tyrkjum þar, þá var alltaf litið svo á að þau færi bara heim aftur. Að þau kemur bara inn að vinna, þetta voru farandarka fólk, ættir raunverulega ekki að tilheyra samfélaginu, en þeir fóru ekki. Nei, það eru fólk þar sem tilheyra þessu hóp sem á ekki ríkisborgar. Nei, ekki ennþá. Þau eru ekki tilknúin. Það er eins og íslensk stjórnvöld hafi verið með sams konar afstöðu til innflytjenda. Það er bara fínt að fá ykkur hingað að koma og vinna og svona, en þið munu aldrei verða hluti af okkar samfélagi og svo farið þið heim og takmarka möguleiki, þú ert komin nú langt. Það er gott í bíli. Einmitt, við erum og við notum orðið vinnuafl og allskyns orð, það hefur líka áhrif og þú veist, fólk kemur eins og ég hef sagt þetta fyrir mörgum árum síðan, að þegar fólk kemur fyrsta sem þú þarft að gera er hvernig ætlum við að hjálpa fólki að vera hluti af okkur. Þessi stefna hefur aldrei verið á Íslandi. Hvernig ætlum við taka þennan stóran hóp og gera að okkar. Ég hef líka sagt fyrir mörgum árum síðan, segi ennþá daginn að þetta er ekkert einstefna. Þetta gengur í báðar áttir. Ef ég á aðlagast eða samlagast Nicole og Darek og þér Gunnar, þú veist, þá þarf ég líka að leggja mig til vera forvitin hvað þú ert að gera, hvernig þú hefur hlutina. En Jasmína, ef að mín hugsun er svo að þið verður bara aðlagast mér, ég ætla ekki að aðlagast ykkur, að þá þarf ég ekki að gera neitt. Já, nákvæmlega. Og það er þessi krafa sem við þurfum að setja þarna fram vegna þess börnin minn fara í skóla. Ég gerði mig grein fyrir 30 árum síðan þegar ég búið eignast börn að þú veist, ég þarf að vera hluti af samfélagi. Hvernig ger ég það? Ég þarf að læra tungumálið. Ég þarf að eignast vini. Ég þarf að mæta á einhverja skólafundi eða leikskólafundi eða eitthvað að vera í einhverju samfélagi, þú veist, einhverju samtökum. Þetta stendur oft ekki til boða. Þetta er ekki einfalt vegna þess að það er bæði krafa íslensku og helst leið og kemur út úr flugvellinum að þú sett búin taka upp hefðir og síðir, þú veist, þú fær ekki tíma til þess að gera það. Síðan þegar þú fær tíma, þú veist, en þú ert upptekinn að því þú ert búin að vinna í 2-3 ár, bara sólarhringum saman, það gefst ekki rými að því íslenska er bara alltaf á staðnum MS eða eitthvað. Þetta er búið að vera þróun, alveg saman hvað allan ég og Nicole veit ég búið að vera að kalla fram eftir sem vinna sem sérfræðingar að þetta svona þróun gengur ekki að því við munum labba á vegg. Og við erum að labba á vegg akkurat núna að því við erum ekki bregðast við því þar sem innflytjendur eru biðja Íslendingar líka. Íslendingar að biðja að við kunnum íslensku. Íslendingar að biðja að við mætum á skólafundi. Íslendingar að biðja að við verðum hluti af samfélaginu. En við verðum ekki hluti af samfélaginu vegna þess að innflytjendum hefur ekkert verið hjálpað nægilega mikið að vera hluti af samfélaginu. Þú þarf náttúrulega að vera bara fullkomin eins og ég tók dæmi að ef einhver kemur fullorðinsár og þú getur aldrei talað. Nákvæmlega. En ég meina þú talar einstaklega góða íslensku og þú getur fallið inn í hópinn. Ertu viss? Derek getur það ekki. Það þurftur að skipta lit, sko. Já, nákvæmlega og það að vera sýnilega öðruvísi, það bætir bara, það ertu trufla. Já, einmitt, bara óháð það sem ég gerir með því, ég get tala reybrandi íslensku sem ég gerir, ég kenni tungumál, ég farið á ráðstefnum erlendis að kenna íslensku og bara að vera nokkurn veginn svona fulltrú Íslands. En ég er samt ekki íslenskur og við tölum alltaf bara aðlögun og svona við verðum að breyta orðræðunni í kringum þetta. Úr því að þetta er ekki að hjálpa til og þetta er alveg klassísk taktík bara að svelta eitthvað kerfi og svo segja, herði, kerfið er gallað og við verðum þá bara að hætta að hleypa fólki inn út af því að kerfið er svo gallað en þið eru ekki að breyta kerfinu til hins betra. Það er ekki verið að leggja púður í íslenskri kennslu. Hluta mínu tilfelli, sem ég reyna að segja grein sem ég skrifiði, er það að vegna þess að fólk almenn í land, ég skil, það er erfitt að aðlagast breytingar. Það er það. En samfélagi er breytt. Við bara segja það er bara breytt. Og við þurfum einhvern veginn allir að horfa inn á og vinna svolítið með okkur viðhorf. Það er mér auðvelt að stoppa. Bara börn með þetta stoppa hérna með viðhorf. Við þurfum að fara bara aðeins lengur og reyna að finna það jákvætt. Jákvætt með að fá innflytjendur hérna inni er bara
einfalt. Það meira þjónustu hérna en var fyrir 25 árum þegar ég kom. Ég bara gleyma aldrei. Ég var bara, í alvöru, þetta bara það sem í boði að fara út að borða. Ég alla daga nýður á hérna, Himalayan Spice núna dagana. Að hérna, maður getur farið út og kynnist manneskja með allt annað bakgrunn og eiga samtal með þeim og þú komin á ferðalag. Þú komin á ferðalag til Ghana. Þið veitir, svona hlutinum við þurfum einhvern veginn, það þarf að vera svona hvatningu fyrir fólk að ekki vera óörugg við þessar breytingar og finna það gott sem þar. Því það margt gott. Þó að vissulega, það hlutum sem við þurfum að passa upp á, við megum missa stjórn á, eins og til dæmis glæpur. En við þurfum að munna þessi skipulag glæpastarfseminni, það ekki eingöngu innflytjendur. Að þetta eitthvað sem og ekki innflytjendur sem búa á Íslandi. Það þetta í orðræðinni. Þetta eru innflytjendur sem búa annar staðar og eru að koma hérna og eru grípin upp á flugvelli sem burðardýr að smygla inn dóp og hvað sem Þetta eru túristar. Nákvæmlega, í raunveru. Innflytjendur eru fólk sem býr hérna á landinu. Það ekki, sko, við erum alltaf að tala um að þeir sem eru hérna annars skoðan en við hér sem sittum hérna úti og að þessum mótmælum. Það eins og sé galopin landamæri og hér flæðir inn fólk eins og þeim sýnist hérna og það eru allir einhvern veginn glæpamenn. Það rang hugmynd af hérna innflytjendur vegna þess það ekkert tölfræði sem stýður við það. Við erum öruggasta land í heimi. Það langmest eins og Nicole sagði, hér vinna innflytjendur tæp 90% á vinnumarkaði, mismikið eftir þjóðurnum. Venesúela til dæmis eru 93%, Úkraínubúa eru einhverjir kringum 60% af vinnumarkaði, svona kollakolli. Og það líka annað. Oft fólk ef það frá Miðausturlöndum og ekki að vinna þá þeirra sníkjudýr en það oft þannig, svarið einfaldlega að fólk vill ekki fá þau í vinnu. Þannig þess vegna kannski ekki að vinnumarkaði. Þannig þetta ótrúlega margt þarna og ég skil vel þetta getur verið flókið fyrir fólk að kynna sér þetta vegna þess að ég sérfræðingur og ég mjög auðvelt að kynna mér svona hluti og hef unnið í þessu gera í mörg ár og ég skil það sé flókið en það engin ástæða, það ekkert sem bendir til þess að þú þarft vera öruggur að taka legubíl hérna eða fara á kvöldin út hérna að labba vegna þess að við búum samt sem áður öruggasta land í heimi og auðvitað vilja flestir, bæði ég og Orgla Darrik og Nicole og bara flestir í Íslandi, Derek, já fyrirgefðu Derek, þú veist að við viljum festu og reglur og við viljum að fólk fari eftir lögum. En heyrðu, það eitt sem við þurfum, ég ætla bara að grípa hérna inni. Það var svo skemmtilegt, ég var á svona inngildingu, það var norræna ráðherra dæmi og út í Danmark og það var að koma borgarstjóri frá, hann var í Belgíu, hvað heitir borg, Messelin, Bart Summers heitir hann kemur inn og hann ætla að tala inngildingu og ég gleymi því aldrei, hann lappar inn og miðaldur, hvítur kallmaður að fara að segja mig inngildingu og hann var búinn að fá bæjarstjóri verðlaun og hann gengur inn og hann segir það svo mikið blöndun í Belgíu og það var nýlega, hann tekur við nýlega eftir hryðjuverkaárás í Parísar og þá þau flýðu alltaf eftir til Belgíu og það þurfti bara að takast á við þessu og það var svo hátt hlutfall innflytjendur og hann sá svo mikið söndrun og annað svo hann bara fór inn til þess að finna hvað var það nauðsynlegast sem allir, ekki innflytjendur, ekki bara innfættir þurfti á að halda, öryggi. Innflytjendur vilja líka upplifa öryggi þar sem þau búa. Næst var það common spaces. Staða þar sem við getum allir vera saman. Og það eitthvað sem á Íslandi, við höfum kannski ekki nóg af þar sem við náum að blanda saman. Við erum Austurvöll, en þetta ekki alveg. Það fólk að safna saman í Kringlunni og Smáralindinni og þetta sko svolítið algengt fyrir fólk sem að velja. Sundlaugum. Þetta ákveðin íslenska menningu og ég hef fundið það að við förum í sundlaug og ég horfi í kringum mig og það bara fallega sögur sem kemur upp þar að ég horfi svolítið í kringum mig og ég sá
sá bara öllu þessu konur af erlendum uppruna, þeir satu bara þarna tilbaka og meðan Íslandingar voru þarna að tala saman og ég fer bara að spyrja og tala við þær voru ekki synd. Þær voru hrætt, þær voru farið í sund vegna þess að börnin þeirra, þeir taka þátt í samfélag og svona, og úr því voru sundnámskeið fyrir konuna af erlendum uppruna. Og það svona þessi, það eru svona nokkra annar hluti, en niðurstöðu þessi langræður hjá mér að innflytjendur, við viljum aðlagast, við viljum margt þetta sama og hinum vilja, en við þurfum ekkert að setja þetta annarkvort eyða. Við viljum öll að börnin okkar koma vel út úr skóla, fara í háskóla og fara að starfa við það sem þau vilja starfa við. Ég kom hingað og fyrsta starfið sem ég fekk var að skúra gólfum. Og fyrstu nokkra árum, og það ekkert merkilegt við að segja þessu. Ég var 100% starf í leikskóla, ég var að skúra á 3 stöðum og var í 75% nám til þess að reyna fá eitthvað svo að mín börn sem verða halv íslensk og halv bandarísk, þau myndu ná líka þeirra brautgeng hérna. Akkurat. Og ég Það eru kannski að sendast fyrir volt. Já, það ekkert merkilegt við þetta, ég veit það fullt af Íslandingur en innflytjendur hafa þessu samansögum. En Nicole, þú kemur frá Bandaríkjunum. Já. Og þú kemur frá Bosníu. Já. Hvaðan kemur þú, Derek? Frá Bandaríkjunum. Frá Bandaríkjunum líka. Veistu það að í ykkar landi stórkostlegt innflytjendavandamál? Já, það er bara stórkostlegt. að taka yfir alla pólitík þar. Já. Og það bara, hvað ég segja, ég grætt bara. Já, ég meina það hefur alltaf verið eitthvað vandamál. Hérna, ég held að það sé verið að gera það að stærra vandamáli en það er örugglega undir Trump. Hann fasisti, þannig að hann vill gera innflytjendur að einhvers konar blórabugli. Og hérna, þetta Bandaríkin, þetta fjölmenningarlegt, það hefur alltaf verið og ég meina, já, út af nýlendastefnu og þess háttar, en hérna, það þannig í dag, það hefur lengi verið. En ég held að það sé samt sem áður hægt að nota Bandaríkin sem einhvers konar svona módel fyrir hvernig við getum tekist á við fjölmenningu hér á landi, út af því að þetta land sem hefur lengi verið fjölmenningarlegt. Og þau óhrætt að tala rasisma þó að það sé umræðan ekki alveg, umræðan logandi. Sem Evrópumenn eiga mjög erfitt með að tala rasisma. Evrópumenn eiga mjög erfitt með að tala rasisma. Einmitt. Og hafnaði, frakkar hafnaði, Bretar eiga í erfiðleikum með það, Skandinavar bara kunnaði ekki. Einmitt, og í Bandaríkjunum óháð húðlit, óháð trúarbragði, óháð maður Bandaríkjumaður, þannig séð, og það mjög misjafnt eftir manneskjunni, en það En það sem spílar gegn innflytjendur og gerir þetta svo auðvelt fyrir þessi afl sem nú við vald að gera það sem þau geri, það að þessi stéttaskipting sem ég var að reyna að segja. Það eru fólk sem, ég meina, þeir eru búin að búa þarna áratugur saman án kennitala, eins og við kallum þetta hérna, ólöglegt og lifa líf, eiga hús, eiga bíl, bara komast áfram. En ég náttúrulega í þessa doktors rannsókn núna og var að skrifa skýrslu fyrir ráðuneytinu sem var í raun og veru bara undirstöðu ég fyrir þess að rannsaka inngildingu og fullorðinsfræðslu. Í Bandaríkjunum, þið verða hissa hversu mörg lög verndur og setja inngilding í hápunktur. Í Bandaríkjunum, líkt og við Kanada, það ákveðin læsi sem gert til þess að gera fólk að virkar þátttakendur. En vandamáli það ekki nægilega mikið fjármagn í þetta í Bandaríkjunum, en þeim sem fara í gegnum þetta. Það var ein rannsókn, ég lista alls konar, ég nördist út á ykkur núna. Þeim sem tóka þátt í þessi inngildingaverkefni, þar sem þeir fengu tungumálakennslu, brúinám inn í það starfsvettvangur sem þeir hafði, hæfni, menntun eða færni til þess að starfa í, þeir þurftu bara aðlaga það, og samfélagsfræðslu, þar sem þeir læra þessi hlutunum sem óskrifið, sem mjög mikið á Íslandi. Eftir 3 ár, þau voru farin að kjósa, þau voru komin í betra starf, þau voru komin á þína ímynda ykkur. Ég var ekkert að ná mín brautgengu fyrir 7 ár, 2027 ég komin alveg bara, ég farið að fá aðeins meira laun og ég kýs í fyrsta sinn og allt þessu, en ég gerir þetta allt sjálf. Við engin aðstoð. En það kerfi, það fyrirmyndir.
og Norðurlöndum, en við viljum segja við viljum vera líkt á Norðurlöndum, þá bara Noreg komið með álíka kerfi. Svíþjóð líka, en þau hefur vanrækt þetta og drega pening úr hér og þar heyrum þessar rattur sem á móti. Þeir hafa líka skadað mjög skólakerfi sitt í Svíþjóð. Nákvæmlega. Þannig að svona hefur opinbera skólakerfi orðið veikara og það voru til svona einkareknari elituskólar sem hafa aukið stéttaskiptingu og skilið eftir hérna fátækari sem oft eru innflytjendur í svona jaðri samfélagsins. Það gleymist oft í umræðinu Svíþjóð. En það nefnilega eitt þegar við tölum við verðum ekki farin það veg á Íslandi, en við getum lært af þessu. Að það leið til að hafa þjónustu samningar og bara alltaf hafa þetta jafnræði, gildi, þetta equity. Við erum að mæta fólk sem eru hér vegna þess að við sittum bara kapitalismi í þetta. Við viljum fá hvað mest úr fólk, við viljum að fjárfesta ung. En ég nefndi þetta með umræðu innflytjendamál í Bandaríkjunum og ég býst að það sé ekki þroskuð og góð í Bosníu. Ég býst ekki við því. Það er svo skemmtilega til að ég mikið pælti í þessu að við höfum fengið flóttamenn í Bosníu. Ótrúlega en sagt, þrátt fyrir að margir bosníumenn eru flóttamenn annars staðar, sérstaklega eftir stríð, en við höfum fengið flóttamenn og ég get ekki verið sitja hér og sagt að það var tekið rosalega vel á móti þeim. Það alveg magnað hvað fólk tengir ekki við þrátt fyrir sína eiginsögu að við höfum ekkert og erum ekki að taka vel á móti því og viljum helst að losna við fólkið. En en þessi umræða minni. Þú veist að það sækist náttúrulega engin rosalega mikið að búa í Bosníu nema Kínverjar. Það eru stóru hverfi að koma að spretta upp núna. En ég vildi nefna þetta því að segjum að það sé eitthvað sem var á Austurvelli og hann hefur kannski bara enga sérstakar reynslu af innflytjendum. Hann hefur ekkert unnið með innflytjendum og þekkir engan innflytjendur, aldrei bóðið innflytjenda í mat heim til sín og bara hefur enga sérstakar reynslu af innflytjendum. En hann lifir í heiminum og hann les pólitík í Bandaríkjunum sem að kvarnast innflytjendamál og stóru leyti. Það var að springa ríkisstjórn í Hollandi í gær út af innflytjendamálum. Það var verið að kjósa forseta í Póllandi. Það ekki innflytjendur, það reyndar mikið flóttafólki frá Úkraínu þar, en það svona haldið til hér. En þar verið að tala einhverja ógn af einhverjum innflytjendum og hann náði að vera forseti út á það. Það frekar Pólverjir sem flytti út. Það eitt sem kemur mér alltaf óvart að þegar fólk tala innflytjendur hjá þeir bara fatt ekki að það fullt af þeir fólk sem innflytjendur annars staðar. Já, mikið. Bara reyna. En þar kemur við aftur inn að það sem ég byrjaði með af hverju þetta að blása upp svona, af hverju þetta mótmæli var hér. Við erum búin að jaðarsetta fólk. Það mjög auðvelt að setja svertumerki á fólk sem jaðarsett, sem ekkert með þeirra talsmenn, ekki með vald til þessu straight á móti. Þegar við erum með, félags, hvað þetta, 2019, það var gefið út félagshefti á vegum Hagstofans, ég held að þetta var gert fyrir innflytjendaráði, það ekki rétt hjá mér, þá voru hlutunum eins og innflytjendur voru að starfa í fleiri störfum, læri laun, menntun, þá kemur þessi hugtak, hvað hugtakin eftir ofmenntað, við erum ofmenntað, vissu það? Hvernig það hægt að vera ofmenntað, að allt þessi félags vísindi tölfræði sem kom, var bara það að við erum undir. En það enginn að grípa þarna inn til þess að segja, lyftu þeim upp, vegna þess að þar fólk sem ofmenntað. Þetta ekkert lítið á það sem tækifæri. Það sem ég langaði til þess að spyrja ykkur að ímyndum ykkur sem stendur á Austurvelli og hann bara les blöðin og hlustar á sjónvarpsfréttirnar og það þú nefndir Belgíu, þar eru fréttir erfiðleika út af ólíkum kynþáttum og alls konar í Frakklandi út af ólíku trúarbrögðum og það eru stjórnmálin í Evrópu meira og minna snúast þetta og stjórnmálaflokkar að skipta stefnu. Keir Starmer í Bretlandi talar að það sé bara hætta á því að við missum samfélagið okkar út af straumi innflytjenda og það aftur að vera enga reynslu af innflytjendum. Þá getur við drukkið inn í þessu og sagt bara, heyrðu, við viljum ekki þetta vesen til Íslands. Við viljum bara ekki fá innflytjendur. Því að þá fáum við bara vesen. Alls þar sem innflytjendur eru, þar vesen. Þetta bara auðvelt að segja það. Þetta bara auðvelt að draga það upp.
Það vegna þess að það ekkert andmæli á móti. Það enginn sem kemur á móti sem ekki sem fá sviðsljósið. Það Nicole hefur alveg andmælt ansi oft. Það þú sem hefur áhuga að tala við okkur. Derek hefur gert þetta líka, en það þú sem hefur áhuga að tala. Það ekkert hérna í sjónvarpi RÚV eða Stöð 2 eða einhverju sem Haldbæri Morgunblaðið eða eitthvað sem vill kannski taka þetta svona heilstætt og sanngjarna umfjöllun þetta, en það svo fyndið, við búum í lýðræðislu ríki og það flest þessi ríki eru lýðræði. Hvernig getum við talist allt í einu lýðræði þegar við og lýðræðislega, já, ef þú hefur ekki rödd, ef þú ert ekki með komið þannig utan hópana að þau geta tjási og þau geta komið mótsviði þína þarfir þar sem þú þarft. Þar höfum við ekki haldið dampi almennilega til þess að koma mótsvið þarfirnar, sko þá ég ekki að tala þarfir að greiða laun eða húsaleigu og eitthvað. Þarfir til dæmis að meta menntunina þína. Ég kom með 5 ára háskólanám búin úti. Býttu, af hverju fæ ég ekki að fara í endurmenntun? Af hverju þarf ég að taka þetta allt upp á nýtt og allt þetta? Eða af hverju fæ ég ekki læra íslensku? Af hverju fæ ég ekki tækifæri til þess? Ég lærði íslenskuna ein, líkt og Nicole nefndi áðan. Það bara, ef við þurfum að gera þetta, allt sem ég í dag, ég gerði þetta ein, það var engin kerfi sem kom til mín og sagði, herri Jasmína, komdu hérna, eða eitthvað sem mér var boðið. Kannski ekki endilega bara kerfi, samfélag. Samfélag var ekki að segja bara, Derek, velkomin til Íslands. Þannig að hvað hefur þú fram að færa? Já, eins og gert í mörgum öðrum löndum. Það gert í Noregi og það gert líka í Kanada. Sko eins og segi, þegar við erum að taka á móti fólki, það alveg niður frá nágranna, götunni, hverfinu, bænum, og svo næsta levelið, annarkvort sveitarfélag eða ríki eða hvað sem. Það allir verkalýðshreyfingin, allir atvinnulífið, það allir að taka þátt, að einhvern hátt, allir vita sín hlutverk, hvað og ég held, ef við einbeinum svolítið á þetta sem Nicole oft búið að benda hérna núna bara í þessu samtali, við erum ekki að passa upp á að bjóða þetta jafngildi, sem mjög gott orð, by the way, svo ég slekti ensku, mjög gott jafngildi, að þú hefur eins og ég oft sagt, ég var einmitt að googla heimspeki, að því mér finnst gaman í heimspeki, eins og kenningar Rawls að segja, það akkurat þetta, við þurfum að lyfta þeim upp sem eru jaðarsett. Við þurfum að lyfta þeim upp og svolítið hugsa fram tíma ef ég hefði ekkert fram að, hvernig væri framtíði mín, og hugsa út frá hvað endapunkturinn hvað viljum við enda, en ekki hugsa bara, út frá kannski eignunum og því sem maður vegna þess að þá þetta ekki jafnræði, jafngildi, þá erum við bara lyfta öllum upp, eða gefa öllum, þeim sem þurfa ekki. Það ekki jafnrétti sem við viljum kannski veita, heldur akkurat þeir sem þurfa. Ég þurfti þess ekki, en það fullt af fólki í dag sem kallar eftir þessu og þá þurfum við að bregðast við. Sem að upplifa sig, upplifa sig velkomin og fullgildan í samfélagi. Hættan svolítið svo, ef við horfum á mótmæla. Ég vil ekki gera rosalega mikið úr þau, vegna þess að við þurfum að horfa á fjölda. Varst það ekki að segja, hér í gær var bara kannski 1500 manns. Já, ég held að mín tilfinning, ég hef ekki heyrt þeirra tölur. Segjum 1000 til 2000 manns. Ég hef oft verið þarna á Austurvelli og verið að reyna að meta fjölda. Já, þetta 1500 manns sem var með þetta. Og ég veit ekki hversu mörg var, ég mætti ekkert. Ég bara ákveðin, mér langar að vera talsmaður fyrir því að við verðum öll umboðsmenn breytingar. Agents of change. Við verðum, vegna þess að samfélag, hún að breyta. Heimurinn að breyta. Það fólk sem að segja, ég vil ekki breytingar. Ég veit það, þið vil ekki breytingar. Þú ert alltaf að segja, ég bara að breytast, ég bara vil það ekki. Okay, þú vil ekki breyta, allt í lagi. Ég býr til pláss fyrir þig að ekki breytast. En hvað með stærri mengi, þeim sem eru ekkert að tjá sig, þar áhættan.
og það það sem við erum að sjá í Bandaríkjunum og það þess vegna Trump forseti eftir. Það ég ætla ekkert að trúa, ég meina í raun og vera, hann var kosin af innan við 30% af þjóðun sem hefur atkvæðisrétti. Við skulum hafa það á hreinu. Það þýðir að það voru tæplega 30% sem kaus á móti honum, sem segja okkur líka, það 40% sem eftir að gera upp sínu huga. Hvernig þetta hér á Íslandi? Við verðum að huga að þessu, að þetta og þessu sem við erum að tala þetta einn af þeim málefnum sem með eða á móti og það rosalega óþægilegt að vera á móti umræður sem snerti öryggi. Og allt þessi neikvætt hlutur sem dregin upp. Það rosalega erfitt að vera manneskja sem stendur inn á móti og segja, já, en það var þessi leigubílstjóri sem gerði þetta. Jú, þið veitir hvað ég meina og svona þetta stillt upp. Ísland fer til fjandans ef það kemur fleiri innflytjendur vegna þessi vondi gerast og þetta vondi gerast. Og þá við nei, samþykja okkur, við erum frábært. Já, Derek, má ég spyrja þig að þú ert ungur karl maður og þú nefndir áðan að væri svona bara næstum eins og það væri í tísku að vera bara rasisti og það hefur eitthvað gerst í samfélaginu að maður hélt það kannski fyrir einhverjum árum að allir verið sammála á því að samfélagið er hægt og bítandi að þróast til þeirra átt að allir hefðu frelsi og allir hefðu rétt og við værum svona á einhverju góðri leið. Svo kom allt inn í hópur sem að sagði, nei, mér langar ekki í það. Mér finnst það ekki töff og ekki eftir svona verð. Ég hef völd og áhrif sem hvítur karlmaður og ég vil nota þau og mér finnst það smart sko. Mér finnst það ekki smart að vera að gefa frá sér ykkur völd. Þetta raunverulega þannig að meðal svona ungra, sérstaklega karla, að það bara allt í norði tísku að vera, bara, ég veit ekki hvað það kallað sko. Ég veit ekki. Heimskur. Já, bara sko, þetta sko margþættur vandi. Þegar ég var unglingur sjálfur lendi ég smá í þessari gryfju, bara að vera í anfeminisma og svona og að hluta til það bara, þá var það smá svona counterculture, það má sletta aðeins, svona andmenning. Já, mér langar að vera svona punk, mér langar að vera flottur og á þeim tíma það að vera flottur var að vera anti-vogue. En núna það þannig, sko það var þannig að það var svona flott að vera vogue í smá stund, en svo breyttist það og það var andmenningin þá, að vera svona í anfeminisma, vera rasisti, bla bla bla. En nú það orðið svo vinsælt og þó að það sé orðið vinsælt, við erum ekki að sjá unga karlmenn fara úr þessum svona hreyfingum út af því að það óryggi. Og þegar maður ungur, bara almennt séð, hann veit ekki alveg hvað hann á fram að færa og hann óryggur, hann óviss framtíðina sína og bara heiminn og svona. Þess vegna hann bara að reisa svo mikið, já, herðu, ég með tippi og ég karlmaður, ég hvítur, bla 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 bla, ég svo góður út af þessu. En það stenst enga skoðun. Og þetta bara út af hann 19 ára, hann að fara í háskóla, hann með fyrstu kærustu, eitthvað þannig og hann veit ekki neitt, hann vill bara það besta fyrir sig og hann veit ekki hvernig á að komast að því nema að ræna öðru fólki vald. Já, ég bara sett svolítið spurning með þetta, það allir hrætt að missa eitthvað vald. Hvað vald hafa þetta fólk? Bara afsakið, Ásgeir nýður á Austurvelli, hvað vald þetta að missa? Sko, merkasta bók sem verður skrifuð á íslensku sjálfstætt fólk og fjallar Bjart í sumarhúsum sem var kúaður af öllu samfélaginu. En þegar hann kom heim, þá gat hann kúa konu og börn og hundin. Já, það settur fólk. Þannig að ef þú ætlar að taka það líka af mér, að ég megi ekki kúa neitt, ég alltaf verið að kúa mig. Ég meina að sjösunnuti fjallar sjálfstætt fólk þetta. Þannig að þetta þetta ekki kannski hrætt að missa það? Þetta bara að tryggja það. Ég meina, sjáu þið með þessi ógeðslegum heimi, þar sem allir að kúa alla. Má ég ekki kúa einhvern? Þessi svona fórnarlamsvæðing á þessu leyti. Þessi 50, var þetta ekki 59 Afrikanar
sem fekk hæli í Bandaríkjunum og meðan þau voru að breyta lögum og henda fólk frá Haiti sem voru þar löglega og voru með leyfi að henda þeim út land sem það ekki neitt það er bara að tala ekki að lifa með öryggi en það að gefa þeim hæli vegna þess að hvítfólki undur í Suður Afríku bara fyrir ekki að það En má ég aðeins, við vorum hérna daginn að ræða alls konar hluti. Þá var hann Bjarni Karlsson sem er prestur og er í svona sálgæslu. Hann var að segja það að svona, við værum núna í miðri svona stórri mannréttindabaráttu sem væri mannréttindabarátta innflytjenda og fólks af öðrum uppruna í löndum sem væri bara á stærð við kvennabaráttuna. Kannski henda líka inn trans og hinsegin. Ég ætla að maður taka það inn vegna þess að það er alveg Þá var ég að velta fyrir mér, hvernig birtist þessi mannréttindabarátta innflytjenda og fólks af öðrum uppruna? Ég get alveg séð fyrir mér kvennabaráttuna, ég get séð fyrir mér baráttu samkynhneigðra, ég get séð fyrir mér baráttu fatlaðra Bara að fá vinnu við þar sem þú ert menntaður í. Hverjir eru fyrir þetta eitthvað kannski, hverjir eru svona talsmenn þessara baráttu? Hefur hún formast? Nei, veistu, leið og þú sagði þetta, ég fór að hugsa þetta, þegar MeToo var, hvað var síðustu hóp til að standa upp? Síðustu 2 hópa til að standa upp þegar MeToo kom fram. Það var fatlaðar konur og konur af erlendum uppruna. Og það voru verstu sögunar. Og ég bara gleymi þau aldrei. Ég satt heima og ég heyriði, vinur minn, hann Andrés Ingi, ég held að hann sagði þetta á Alþingi eða í viðtal, bara bíðið þar til konur af erlendum uppruna fyrir að segja. Og ég bara svona, erum við að segja okkur sögu? Og svo velti fyrir mig og vegna þess að ég var í nokkrum hópum, ég var í þessu hóp með konur í pólitík og ég var með kennara og það var eitt annar og ég var að hugsa, ég var svolítið að aðlaga mín saga, ég þorði ekki að segja of mikið því að mín upplifun og það sem gerir mig viðkvæm og það sem átti sér staði í mínu, var vegna mínu upplifuna og var enginn að tala um þetta. Það var að tala um þetta vegna okkur kyn. Svo þegar í þessari baráttu og MeToo, hún fer upp, við stöndum upp og hver stendur upp fyrst? Hásett hvíta konur stendur upp fyrst. Í þessari baráttu leikkonur sem stóðu fyrst. Leikkona en á heimsviði var þetta konur í pólitík. Það var konur með vald. Svo nú erum við í þessi baráttu og það eru góða fólk sem tala með okkur. Ég les alltaf hún Karen Kjartans, hún alltaf með rosalega góð rökfærslu og segja góða hlutunum. En hver stendur með Karen? Veist? Þannig að maður myndi halda að ef það væri þessi fundur á Austurvelli að það myndi rísa upp og það væri formaður félags innflytjenda myndi stíga fram á andmælassu. Félag innflytjenda? Það er alls konar innflytjendur. Það er alls konar innflytjendur samt. Þannig að það væri kannski gott að hafa félag af vissu leyti en það væri líka áhættusamt. Við erum reynd að gera regnboga en það er nefnilega... Það er engin fulltrú okkar. Og það er, þú veist, reyndir Pavel á þingið. Gleymdi segja það. Við bara afsaki Pavel. Vissulega erum með innflytjendu sem starfur á Alþingi. Hann var mjög ungur þegar hann kom hingað. Já, hann var mjög ungur. Þetta er aðeins öðru sig að vera fullorðinn innflytjendur og fara í gegnum þetta að vera ræstitækni. Ég var ræstitækni. En það er líka svona ákveðin áhætta fólkin í því að vilja vera fulltrúi innflytjenda út af því að hver vil standa upp? Það er sko Derek, konur hafa gert þetta. Það er eitthvað formaður kvenréttindafélagsins. Já, einmitt. Það er formaður feministafélagsins í MH og ég meina konur gerir það. En sko það er bara allavega mjög margir innflytjendur hugsa já, mér langar ekki að vera fulltrúi innflytjenda út af því að mér langar líka að vera Íslendingur, mér langar líka að vera í þessu samfélagi, þannig að það... Já, og þeim er fólk bakvið sig, þeim sem eru bakvið okkur, mér oft þegar ég skrif eitthvað á eitthvað, ég fæ miklu meira hrós frá innflytjendum á hliðulínu, ekki upp hátt. Það eru Íslendingur sem taka undir bara flott hjá þér, dugleg ertu og svona, en þetta bakland, hún er vissulega ekki sterk og það ekkert, eins og ég bara sagði, maðurinn minn, hann er Íslendingur, hann treystir mig, hann veit alveg hver ég er og hann sagði á þessum tímapunktum langaði virkilega að vera skotmerk og ég held að það partur af þess, við erum jaðarsett. Sjáðu, ef ég færi þetta frá innflytjendum yfir í vinkona mín, hún Freyja Haralds.
sjáðu það sem hún fæ yfir hana fyrir allt sem hún gerir og Lordi, hún með innflytjendur núna hann svart Amen. það sem hún fær hópskepli yfir hana Nikóla, við þekkjum þetta rauðsokkurnar það bara ríkti í hjónaböndum og fjölskyldusögum og þær fengu yfir sig svo mikið ég bara í barnsminni en hvar endur það og hvar eru það í dag? Samkynið komið fram, ég meina hvað fengu þeir yfir sig? Já, það er ekkert að segja það gerist en hvað gerist bakvið? Þau fengu, þú veist, hópurinn stóð upp hópurinn var saman og það var meðbyrði við stendum upp okkar hóp, hún er veiklindi við erum út að vinna, við erum út að græra við erum að reyna að læra tungumál og við fórum ekkert að segja hlutunum vitlaust og okkur er refsað ef við segjum eitthvað við skulum bara vera mjög hreinskilin mín reynsla segir það líka þú veist, ef þú tjáðir, ef þú ert öðruvísi ef þú ert ekki það er aðstæður fyrir því að við erum ekki á þingið við vildum vera á þing þú ert með manneskir þrjú sem bauð sem fram og voru ekkert. Mér var bara hafnað, gjörsamlega og það er, þú veist, það er líka þetta og ég get sagt bara hér beint hreint út, mér var bara sagt við ætlum ekki tala þetta hér og nú þú veist, innflytjendamál eru ekki dagskrá. Takk fyrir pent og þess vegna getur þú í raunni veru með öðrum árum getur ekki farið þarna fremst og tala fyrir þú veist, en ég skil ekki vegna þess ef okkur er haldið svona niðri, hvað er hræðsla? Hvað er fólk hrætt við að það gerist að einhverju fulltrúa eins og við þrjú hérna sem sitjum munum koma þarna og innleiða einhverja breytingar sem myndi gagnast okkur öllum? Og það er það. Það er kallað eftir því. Það er kallað eftir því. En heyrði ég ekki samt hérna hjá þér, Derek, svona ótti innflytjandans að taka málstæðin af því að raunverulega innflytjandi vill fara inn í samfélagið. Já. En leið og ég tek upp og segi við innflytjendur að þá veit ég að mér verður ýtt út. Já. Þannig að þetta er svolítið... Þetta er flókið. Akkur má ég ekki vera innflytjandi og tala málu innflytjanda. Einmitt, já. Og það er mjög flókið út í því að, sérstaklega með þess, við höfum öll verið svo lengi með þess, ég hef bara verið í nokkrast 9 ár, en við, já, bara. En já, með þess, en við tölum íslensku, við erum velkomin í samfélag, þannig að við erum of íslensk á þessum tímapunkti til þess að vera svona innflytjandi, en þess, við erum ekki... Við erum á milli svona skess og báru og við erum að reyna að fóta okkur og þess vegna fólk ekki eins gjarn að vera, já herðu, ég innflytjandi og ég ætla að vera formaður félags innflytjandi út af því að þetta er hérna línudans. Já. Sem er. Og þú þarft að hafa breytt bakk og það þarf að vera meðbyrði. Þau eru komið frá Bandaríkjunum og við vorum að bíða, við vorum frammi og ég var bara eitthvað að sækja vatn og svona eins og maður að gera. Þið voru meira og minna að tala saman, en þið eru saman á íslensku. Já, og það er það sem sameinar okkur og þetta er það sem ég og Nikóla hefum allavega rætt mikið við okkar fólk þegar við erum með fræðslu þetta. Þú veist, ég segi bara ópenskatt, af hverju, hvað sameinar okkur sjáið? Ég var einu svona í sal þar sem voru einhverja 5-6 aðilar frá ólíkum löndum og Íslendingar líka og ég segi, og hvað tungumál tölum við hér? Við tölum íslensku og það er tungumál sem sameinar okkur og það er mikið synd að við skulum ekki leggja mikla áherslu vegna þess að innflytjendur myndu upplifa sig ekki hluti samfélaginu vegna þess aðgengi íslensku er takmarkað. Ég skal bara segja, ég þekki 1000 innflytjendur, bara 1000 að nafni. Ég hef ekki kynnst manneskja sem hefur ekki vilja læra íslensku. Sammála. Ég hef kynnst fólk sem hafa erfitt að læra tungumál því að við erum misjafn. Menna það er Íslendingar sem mér erfitt að læra ensku eða spænsku eða hvað. Og ég hef kynnst allt margir sem bara gefist upp. Já. Og þeir gefist upp ekki vegna þess að þeir ekkert að læra, þetta er vegna þess að þeir upplifa að þeim ekkert viðurkennt að þau að læra og þau fæ ekki þessi móttöku og stuðning við að gera þetta áfram. Að tilgangurinn hún bara, nei, svo og hver með það? Það sem hún kemur að þá færðu bara næstu fyrirlitningu að þú talar ekki nógu góð íslensku. Já, eða bara þau fara að vinna einhvers staðar þar sem fólk bara tala ensku við þau. Og þú ert að reyna að tala íslensku við fólk og hvernig með það að kenna? Ekki þeirra. Og það er kannski punktur með þess að allt sem. Bara ég segi, já það er sett, kannski
fólk kannski sér þetta ekki endilega vegna þess að fólk eru fungerandi á ákveðin en ekki erum við fungerandi nægilega vel að við náum að hafa okkur eigin pólitísk flokk eða við náum að koma upp í pólitísk flokkum og bara þú að læra bjartar framtíð. Þetta er flokk sem var nóg djörf til þess að segja, heyrðu, þessi innflytjandi, hún setti í fyrsta sæti og það var gert viljandi að setja einhver sem kannski notið meira vinsæll en mig í annað sæti til þess að ýta mig upp. Þetta er ekki gert. Þetta er ekki gert. Að það er einhverju sem segja, heyrðu, komdu innflytjandi, vertu front og ég er hérna bak við þér. Fyrir ég vil að saman við gerum gott í þessu samfélag. Og þetta er það sem við þurfum og þetta er það sem var til staða hjá Rauða sokknum. Þetta var til staða einhver tíminn, kannski ekki í upphafin, einhver tíminn inn í hinsegin. Ég meina Pride, þetta er stærsta hátíð á Íslandi. Við þurfum svona innflytjendur Pride Day, við þurfum okkur skrúðgöngur að leggja niður Íslandi. Og hvað er okkur meðbyrði? Þetta er það sem við reynum að segja. Það var líka gaman að hafa innflytjenda þátt hérna á samstöðinni, við höfum svo reyndað, eins og vorum með þátt hérna á pólsku. Og við vorum líka með hérna sem að var umræða á svona brotin íslensku, Natasja var með það. Kannski fyrir að leita ykkur leiðum því að þetta augljóslega innflytjendamálin á dagskrá. Og enn og eftir ég tala til þessi 40% sem er á milli, kannski ekki taka afstaða til ótti og hræslu og ógni sem hérna sem segir á móti, kannski ekki kaupa það að við erum reið og það þarf að breyta þessu. Vertu gaggrínandi, vertu hérna á milli, horfa inn á við og reyna að finna það jákvæð að hafa samfélag þar sem það er meðbyrði. Þar sem, eins og ég sagði áðan, þau fæ að fara á ferðalag með vinkonum inn frá Nepal þegar þú fer heim til hennar og hún segir hennar sögu og hún fæ að fara á ferðalag til Stykkishólma með þér því hún hefur aldrei farið þangað. Skilur, þetta þurfum við að finna. Þetta er viðhorf og við þurfum og það breytist náttúrulega hægt og rólega en það sem mér finnst oft, þú veist, ég er náttúrulega hvít og í forréttindastöðu og velmenntuð og í góðri stöðu í vinnu og allt saman, þú veist. En málið samt, ef ég fæ, þegar ég er að tala við fólk, núna, ég hef ekki fengið þetta fyrir 20 árum síðan, heldur í dag, þú ert búið að eyðileggja Íslands samfélag. Þið innflytjendur er búið að eyðileggja Íslands samfélag. Þetta er sagt við mig, beint svona eins og ég tala við ykkur. Núna, í dag, þú veist, og ég tók umræðuna þetta og jákvæðum nótum og reyndi fræða og allt þetta. En hvað fær þá Derek eða fólk sem er bæði innflytjendur, kannski hinsegin og með dökka hörund. Þú veist, þetta er ég hrædd Þú veist, þetta er tekið, já, og mörkin færast. Þú veist, það færist. Eru börnin mín næst? Spyr ég. Og ég hef spurt þetta og þetta hræðir mig. Þú veist, hvar ætlum við? Hver ástoppa þetta? Hvar eigum við að stíga niður og segja hinga og ekki lengra? Að því við megum ekki hrópa upp rasistar af því það er ekki rétt vegna þess að það er fólk er bara örugt, bara hrætt. Ok, ég skil það, en skilur þú mig þegar ég segi ég er líka hrætt að því ég er hrætt fyrir börnin mín vegna þess mörkin på að færast. Muniði þegar MeToo var og karlkyns þingmenn og konur í samtökjum ég man þetta var ungreifingu innan FKA stóð fyrir barbershops. Við þurfum meira barbershops. Við þurfum aðeins að sæta okkur og læra og við þurfum að tala út frá staðreyndum. Við þurfum að geta viðurkenna það að við þurfum meiri inn í skólanum okkur svo við mætum öllum. Við þurfum meira löggæslu. Við þurfum þeim sem starfa inn í löggæslunni þeim verkfærum sem eru nauðsynleg til þess að geta þjóna og halda upp öryggi innan fjölbreytta samfélag. Ungu karlmenn sem finnst það cool að vera á móti innflytjendum og konum, þeir þurfa kannski að sitja með mig og Derek og finna bara, við erum alveg ágætt og við erum ekkert að óta. Við þurfum meira samtal eins og við höfum trú á við erum alltaf í samtali. En þið fá alltaf hrós frá mér. Ég ætla að þakka ykkur fyrir Nicole, Derek og Jasmína
og takk fyrir að koma og ég fæ ykkur örugglega hérna aftur í að halda áfram með að ræða þessi mál. Takk fyrir þessu tækifæri að sjá. Má ég segja ég var að rölva í gær því ég var að horfa á alls konar viðtölum. Hver að tala við innflytjendur og ég ætla að þakka þér fyrir og halda áfram að tala við okkur. Ekkert mál. Takk fyrir að koma öllu heldur. Takk sem Við ætlum að halda áfram hérna við erum alltaf að skilja samfélagið og heiminn. Næsti kafli eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.